Sælir strákar, velkomnir hérna í Stúdíó Kaffið. Þið eru í hljómsveitinni Mio Mantis, ef þið getur sagt mér bara aðeins frá ykkur, hver og einn. Já, hvað er að byrja? Tumi? Já, ég heit Tumi. Á ég að vera að horfa á þig eða? Horfðu á mig. Ég heit Tumi, ég spila bassa í Mio Mantis og er svona genar hljómaður með þetta líka. Já, ég heit Davíð, ég syng, öskra meira og spila á gítar, aðalega rytma, þannig að bara við skiptum því niður. Já, ég heiti Bjarmi og ég er trómmarinn Mio Mantis og já, ég sé bara að slá og takta. Ég heiti Davíð, ég spila gítar á móti Davíð og ég spila svolítið lít en við einmitt skiptum í rosa mikið á milli okkar. Við syngum mörg sóló og svona syngum marga skemmtilega parta. Okay. Hvað er Mio Mantis búin að vera starfandi lengi? Hvað, byrjaði þetta 2019 eða eitthvað? Ég veit það ekki, þú byrjaði þetta? Ég held að við byrjuðum að gera fyrsta EP 2019. Já. Þá var ég í tónlistarskólanum, byrjaði sem verkefni þar og gáðum út EP árið 2020. Síðan var þetta svona fyrsta svona hljómsveit einhvern veginn, skal ég segja ykkur, kringum 2021 út af við fáum skilaboð og búið okkur fyrsta giggi okkar og eftir það, já, við verið svona starfandi meira og minna síðan þá í rauninni. Aðeins breytt line-upinni, Bjarmi kom og joinaði okkur hvað var það byrjun 2022, held ég. Já, Byrjun 2022. Já, þá gáði eitt annað EP út og sem kom Daniel í byrjun 23. Árið eftir mér. Já. Og það er að koma út plata núna, það ekki? Jú. Þið sagt mér svolítið frá henni? Já, platan ver nafnið Tjón og þetta er svolítið svona konsept fyrir mér út af því að ég sem mestmegnis textana sjálfur en fæ kannski stundum smá hjálp frá Tuma með einhverjar ákveðnar línur ef ég er í einhverju vesinni og textarnir í rauninni fjalla svona margvíslega hvað skal ég segja, erfiða hluti svona eins og Franskins tjón. Já, þunglyndi og eitthvað sambandsvesen og stríð og bara allt fram til þeim götum. Hvað eru mörg lög á plötunni? Já, þetta verða 12 lög samtals. Ok. Þið eru svo að fara að spila, eða ekki? Þið eru með eitthvað planað nú í sumar? Við erum að slatta tónleikum planað, allan 3. Ok. Við erum að spila á Græna hattinum, 11. júlí. Það ekki? Jú, 11. júlí. Svo erum við að spila á hátíðinni, Mannfólki breytist í slím. Hvernig er það? 2017? Það er í lok júlí, 2015 til 2017. Já. Og síðan erum við líka með útgáfu tónleika fyrir plötuna í Hofi er það ekki ágúst? Já, 23. ágúst. Í ágúst. Þannig að við erum alveg með nokkur svona sjó. Ok, geggjað. Hvernig tónlist er þetta svona að mestu? Þetta er alls byggt á rocki náttúrulega. Þetta er svona gítartónlist. Metal. Já. Þungt og svona rytmist. Er þetta einhver sérstök kategóri af metal? Þetta er nefnilega frekar svona fjölbreytt. Finnst okkur allavega. Já, þetta er orðið mikið fjölbreyttara en það var allan fyrri útgáfan. Það er alltaf orðnir núna 4 í staðinn fyrir bara þá 2 að gera það sem eitthvað skólaverkefni, sko. Núna erum við orðnir 4 og innblástur frá mér og Daniel náttúrulega hefur skapað líka hljóðið í alltaf átt, sko. Já. Komið í og gert það svona að okkar eigið. Svona að taka alls konar úr bara eins og málmi og grunge, rocki og svona álíka við þessar hljómsveitir sem Nirvana, Alice in Chains og sem fyrir líka í, þú veist, döðrocki og tökum það líka. Setjum allt saman og reynum að láta það ganga. Það er jafnvel smá punk element líka, eitthvað eins og smá eins og Sex Pistols kannski, veit það ekki. Bara alls konar. Já, bara alls konar. Fjölbreytt, ekkert pop? Ekki eins og ég, en okkur langar að vera fjölbreytt. Planið okkar eftir þessa plötu er að fara út í að spila eitthvað eins og shoegaze, kallast það. Það er eitthvað bull. Já. Gerum bara það sem okkur langar að gera. Svo lengi sem það er ekki sami hluturinn endalaust. Ok. Og er eitthvað meira sem er planað á næstunni? Eitthvað annað en tónleikar? Önnur plata eftir þetta eða bara taka einn dag í einu? Ég held bara að taka einn dag í einu.
Við erum náttúrulega bara að taka upp þessu plötu núna Já, og vinna í henni. já. En Sem erum gefin út hvað, á milli 11. og 27. júlí, á milli tvekja tónleika. Við erum ekki búin að negla alveg dagsetningu, en hún kemur í júlí. þannig bara seint í sumar. Já. Og bara á helstu streymisveitur eða... Já. Spotify og YouTube og SoundCloud líka. Já, ég veit það ekki, það er eitthvað vandamál með SoundCloud. Ég reyndi að setja síðustu plötu á SoundCloud lag og þannig að ég fekk ekki copyright claim á mitt eigin lag. Ég veit ekki, það er örugglega eitthvað að laga til þar. Það var kláðan á Spotify og YouTube. Já, allan Spotify. Alltaf Spotify og YouTube. Verður hún gefin út í fiskjál? Pappírs einhverju? Kannski á geisladisk. Já, en það væri örugglega aðeins hérna. Aðeins hérna. Já. Ok. Já, það langar það. Ég myndi vel að gefa þetta út á vínyl en það er bara ótrúlega dýrt, þannig að það er ekki að fara að gerast. En kannski geisladisk seinna. Og þið eru allir frá Akureyri, eða? Ég held það. Já. Akureyrs Við erum hljómsveit. ekki að fröðu. Það gleður mig að heyra. Það er ekki. Að sjálfsögðu. Er eitthvað fleira sem þið viljið koma á framfæri? Bara fara og hlusta tónlistina okkar og gefa þið sens. Mæti á græna hattin. Þetta tónlistina okkar. Kaupið bollana. Og að hún kemur allavega líka fyrir því Mio Mattis, hvaðan kemur nafnið? Já, það er mjög góð spurning. Og í rauninni er þetta að svara sér út að það kemur ekki frá mér, en ég vann með öðru fólki í tónlist sem unglingur og var eitt strákur sem eiginlega bara barnæsku vinur minn og Tuma og hann vann með mér aðeins í þessu og hann kom með nafnið Mio Mattis. Mio Mattis. Ok. Hvað eru þið gamlis? Ég og Tuma erum Við erum að vera 23 ára. Þetta er ekki, ok. Þið drengir? Ég er 21. Ég er 18. Ok. 18, já. Og allt í að pæla svona, hver aldur er þessi? Já. Ekki það ég sé að þessi besta aldri. Nei, við erum bara svona strákar. Já. ekki alveg orðnir fullorðnir, það styttist. Já. Góður aldur. Já. En ég held að við séum bara helviti góð og þá ætlum ég bara að þakka ykkur kærlega fyrir komuna, drengir, og fylgjumst náttúrulega vel með ykkur á Spotify og YouTube og tónleikunum sem þið eru að halda, þessir þrennir allavega. Það er hægt að finna upplýsingar þetta alltaf á Facebook síðan okkar. Það er bara Mio Mattis Music. Eða Mio Mattis. Já, Mio Mattis. Glæsilegt. Það er eitthvað kærlega fyrir. Takk fyrir. Takk fyrir.